Þá ætlum við að halda áfram að fjalla sjötta kaflan úr bókinni Lífheimurinn, en þessi kafli fjallar dýr. Ormar eru dýr sem eru með stoðgrind sem er mynduð af vöðvum þeirra. Þeir eru með meltingarkerfi sem liggur í gegnum orminn allan, munn fremst og einhvers konar endaþarm aftast. Þeir eru með einfalt blóðrásarkerfi, skiptast í flatorma sem eru þessir hérna, þráðormar sem eru þessir hér, sem eru aðalega rotverur, og svo liðorma sem eru þessir ánamaðkar og annað sem við könnumst við úr náttúrunni. Þessu er yfirleitt svo litlir við sjáum þá ekki rosalega vel. Sjáum stundum þráðorma þegar eitthvað er að rotna eða svoleiðis og allt er vaðandi sem við kallaðum maðk, þá er það hérna svona þráðormur. Liðormar eru tvíkynja. Þegar þeir fjölga sér þá nudda þeir sér svona saman og þá senda þeir báðir sáðfrumur yfir og taka við það sem eggin eru og þeir frjóvgast báðir. Þeir eru tvíkynja, bæði kall og kelling. Krabbadýr eru með 10 fætur. Þeir eru með ytri stoðgrind, skel, sem þeir þurfa að skipta þegar þeir stækka. Þá þurfa þeir að fara úr skelinni, eru þá mjög viðkvæmir, þurfa að fela sig helst á meðan ný skel vex, því að þeir eru varnarlausir á meðan þessu fer fram. Þeir eru með svona fálmar á höfðinu sem þeir nota til að skynja umhverfið sitt, en flest krabbadýr lifa í sjó, ekki öll. Það eru til krabbadýr sem lifa á landi og þar er grápattan þekktust, stundum kalluð hitaveitupatta. Hún lifir mjög gjarnan í grunnum húsa þar sem er kynnt með hitaveitu, sérstaklega eldri húsa. Í sjónum er fullt af litlum krabbadýrum, svo kallari átu. Á Íslandi er rauð áta algengust. En svo eru önnur krabbadýr líka í fjörunni hjá okkur og það eru marflær. Þær eru krabbadýr. Skordýr eru langstæðstu hópur lífvera. Það er nærri fjórðungur af öllum dýrategundum á jörðinni, til dæmis bjöllur, og bjöllur er stæðstu hópur skordýra. Öll skordýr eru með 6 fætur, það er að segja 3 fótapör, og eru þessi fótapör alltaf á miðbúknum, þess að frambúknum. Því að búkur þeirra skiptist í þrennt, haus, framból og afturból, og það er á frambólnum sem fótapörun eru og vængirnir. Á afturbólnum er ekki neinir útlimir. Þeir anda í gegnum svo kallaða loftæðar. Það eru göt sem að lofti leikur inn og svo ferða dýrið með þessum loftæðum. Þau hafa samsett augu og debilaugu. Samsettu augun nota til þess að greina hreyfingu og skordýr greina hreyfingu mjög vel. Þess vegna er mjög erfitt að ætla að slá flugur, því að það er tíminn hjá þeim gengur svolítið hraðar en hjá okkur. Þannig að þegar við erum að slá fluguna þá sér flugan það ekkert ósvipað og við sjáum bara svona þegar að verða að sýna hægt í sjónvarpinu. Skordýr skiptast í bjöllur sem við sjáum hér, og ég sagði ykkur áðan, það er langstæðsti hópurinn. Drekaflugur, við sjáum drekaflugur hér. Tvívængjur segi ég, sem eru húsflugur og þess áttar flugur með 2 vængi, og svo æðvængjur sem eru geitungar og býflugur og þess áttar með 4 vængi. Skordýr fara í gegnum það sem kallað er fullkomna myndbreytingu. Það þýðir að það verður algjör umbylting á líkamanum frá því að hún er barn, getum við sagt, sem er lirfustigið, yfir í að vera fullvaxið skordýr sem er þá fiðrildi eða fluga. Já, ég glemdi að tala fiðrildi náðan. Þetta gerist þannig að lirfa fer úr eggiskriðu lirfa sem étur yfirleitt laufblöð eða eitthvað annan gróður. Þegar hún er orðið nógu stór
þá vefur hún utan sig einhvers konar skel sem við köllum púpa. Þar inni þroskast skordýr, hvort það fiðrildi eða fluga eða bjalla eða hvað það er. Og það borðar ekkert og gerir ekkert á meðan það er inn í púpunni, það er bara þar. Svo kemur allt öðruvísi dýr út. Ófullkomin myndbreyting er þegar lirfan og endanlega skordýrið eru lík eða svipuð einhvern nátt. Sum skordýr lifa í stórum samfélögum, til dæmis maurar og termítar, og hérna sjáum við maurabú og hérna er termítabú. Í svona búum þá eru alls konar klefar, það er fín loftræsting í þessu, þetta er ótrúleg hönnun í sjálfu sér, en dýrin vinna saman að sameiginlegu markmiði sem er að vernda búið, halda því við, vernda drottningun og gefa henni að borða, ala ungviði, gera við, byggja nýtt og svo framvegis. Og þau skipta með sér verkum. En í svona búi þá er bara ein drottning og hún gefur frá sér ákveðið efni sem gerir það verkum að hin skordýrin í búinu eru ófrjó, geti ekki fjölga sér, þannig að hún ein sér það. Mörg skordýr bera með sér sjúkdóma, sjaldnast eru nú beint skordýrin sem að valda sjúkdómnum, til dæmis ef við kallum malaríu þá er það sérstakt frumdýr, pínulítið einfruma dýr sem veldur malaríu, en það berst til okkar með moskítóflugum. Önnur skordýr leggjast á nytjaplöntur og geta verið til vandræða í landbúnaði. Þá er hægt að nota svo kallar lífrænar aðferðir til þess að berjast í því, og það sem er oft gert til dæmis að vera með maríubjöllur. Þær borða ekki laufblöð, heldur borða til dæmis svona blaðlaus sem að ráðast á laufblöðin. Hérna sjáum við maríubjöllu á veðum, hérna eru lýsnar. Því að þetta veldur engum skaða á laufblöðunum. Hér áður fyrr notuðu menn gríðarlegt magn af skordýreitri sem að skaðaði lífríkið, en það að nota svona lífrænar aðferðir skaðar bara akkurat ekki neitt. Stundur nota menn kóngulær eða eitthvað annað sem virkar. En þá er þessu lokið.